Velkomin hingað í dag. Það virkilega ánægjulegt að sjá fólki í raunheimum. En ég býð líka þau sem fylgjast með í streymi hjartanlega velkomin. Það streymt frá þessari ráðstefnu á vef mbl.is og á Facebook síðu BSRB og ASÍ. Þar einnig í boði túlkun á ensku, en Saga Kjartansdóttir og Geneva Kunz túlka málþingið á milli íslensku og ensku. Gestir í sal, þið getið nálgast heyrnartól hér frammi, þar sem þið getið hlustað á túlkunina. Og fyrir þau sem fylgjast með í streymi, þá hlekkur inn á Facebook síðu ASÍ, þar sem þið komist inn á túlkunina. Hún fer fram á Rás 1. En í dag standa ASÍ og BSRB fyrir málþingi heilbrigðismál og skyldi engan undra að heildarsamtökin leggi núna sérstaka áherslu á umfjöllun og umræðu heilbrigðismál nú í aðdraganda kosninga. Aðgengi að traustri og góðri, gjaldfrjálsri heilbrigðisþjónustu skiptir launafólk máli og hefur áhrif á lífsskilyrði þess. Auk þess eru stórar stéttir innan heildarsamtakanna sem starfa í heilbrigðisþjónustunni og því ekki síður mikilvægt að leggja áherslu á góð starfsskilyrði þess starfsfólk sem hefur staðið vaktina í yfirstandandi heimsfaraldri. Hér fáum við erindi frá 6 frummælendum. Að þeim loknum boðið upp á spurningar úr sal, en nú okkur ekkert að vanbúni og ég býð Drífu Snædal að setja málþingið. Gjörðu svo vel, Drífa. Kærar þakkir, Kristín Heba. En heilbrigðismálin eitt af stærstu viðfangsefnum stjórnmálanna vegna þess einfaldlega að þau eitt stærsta máli sem varðar daglegt líf fólks. Það einkennandi að leið og farið út fyrir borgarmörkin aðgengi að heilbrigðisþjónustu eitt stærsta máli til umfjöllunar á öllum verkalýðsfundum sem maður mætir á. Ungt fólkið í þeirri aðstöðu að þurfa að sækja sjálfsagða fæðingarþjónustu til spítala á Akureyri eða Reykjavík með tilkostnaði og umstangi að finna sér samastað á sama tíma sem á að vera gæðastundir fjölskyldunar við barnsburð. Krabbameinsmeðferðir kosta fjölda ferða til og frá, fjarveru frá vinnu og umstang sem leggst ofan á veikindin. Stéttarfélögin hafa hlaupið undir bagga með húsnæði og niðurgreiðslum og farin að taka miklu meiri þátt í kostnaði við heilbrigðiskerfið en lagt var upp með. Kostnaði sem dregst frá annarri þjónustu til félagsmanna. Öldrun þjóðarinnar fer svo ekki fram hjá neinum. Risastórar kynslóðir munu þurfa meiri þjónustu í framtíðinni, en þráttur að þessi vitneskja hafi legið fyrir áratuga skeið hefur fjármagn ekki fylgt inn í þjónustuna eins og ASÍ hefur sýnt fram á í nýrri skýrslu. Þess vegna erum við komin í töluverð ógöngur og pólitíkin hamast við að finna útgönguleið. Því miður virðast sumir halda að það sé allra meina bót að hleypa fjármagnseigendum inn í velferðarþjónustuna í einhverju undarlegri hugmynd að þeir auki framleiðni, geri allt miklu betur en hið opinbera. Við höfum fengið nasasjón af því hvernig arðvæðing fer með öldrunarþjónustu. Í nágrannalöndum okkar alþjóðleg stórfyrirtæki farin að reka þessa þjónustu í töluverðum mæli, en það hefur leitt til minni starfsmannakostnaðar með því að vera með ódýrara starfsfólk, minna menntað og með minni starfsreynslu og mönnun haldið í lágmarki. Þjónusta skert og eftirlit stjórnvalda með þessu stofnunum verður dýrari og erfiðari. Þegar upp staðið þetta módel verra fyrir starfsfólk, þá sem þjónustuna eiga að þiggja og skattgreiðendur sem fjármagna þjónustuna. Það hins vegar engu blöðum það að fletta að fjármagnseigendur líta hýru auga til velferðarkerfisins, að komast á spena ríkisins. Því miður afar fátt stjórnmálafólk sem talar afgerandi heilbrigðiskerfi fyrir utan innihaldslausa frasa fjölbreytt rekstrarform. Svo virðist sem það sé að gerast hér á landi eins og í öðrum löndum að almenningur vilji sterkt opinbert kerfi en stjórnmálin róa í aðra átt. Það kemur því í hlut okkar sem stærstu almannasamtökin að enduróma raddirnar sem krefjast góðrar opinberrar þjónustu allt land. Og þetta ætti að vera hagsmunir atvinnurekenda líka. Það hlýtur að vera betra að reka fyrirtæki umhverfi þar sem starfsfólk getur gengið að góðri þjónustu í heimabyggð án mikils kostnaðar. Það fyrirbyggir veikindi og dregur úr fjarvistum úr vinnu. Kæru félagar, þetta og svo margt annað ætlum við að ræða í dag.
Við höfum fengið eðal fyrirlesara og reynslubolta og ég hlakka virkilega til að hlusta, fræðast og brýna okkur fyrir eitt stærsta lífsgæðamál vinnandi fólks og allra þeirra sem byggja þetta land. Ég segi heilbrigðisþing ASÍ og BSRB sett. Takk fyrir þetta, Drífa. Næst býð ég velkomin Birgi Jakobsson. Hann aðstoðarmaður heilbrigðisráðherra og fyrrum landlæknir. Gjörðu svo vel, Birgir. Takk fyrir það. Takk fyrir að fá að koma hingað. Ég fekk það hlutverk að tala eflingu grunnþjónustunnar, hvað við tekist vel og hvað vantar upp á. Og ég hafði hugsað mér að ég myndi koma við þessa punkta, annars vegar eða fyrsta lagi heilbrigðisstefnuna, hvernig hvatarnir í heilbrigðiskerfinu hafa virkað og hvernig þeir virka, ræða svolítið opinbera eða einkarekna heilbrigðisþjónustu og síðan hvað hefur tekist vel og hvað vantar á og kannski í lokin ef ég næ að bara aðeins framtíðina. Nú, ég veit ekki hvort að fólk í fersku minni þessi niðurstaða frá skýrslum Ríkisendurskoðunar frá því raunverulega í 2016 eða hún kom 2017 þar sem var sýnt fram á það að eftir hrun og í árunum eftir hrun þá fór fjármagn til heilbrigðisþjónustu aðallega eða aukning þess var aðallega til einkareksturs, þar að segja eiginlega samninga við sérgreina lækna. Og borið saman við heilsugæsluna þá munurinn gigantískur á þessum tíma og borið saman við Landspítala og heilsugæsluna þá sér maður að samningur við einkaaðila tók verulega fram úr samningum við opinbera aðila. Nú það var þess vegna ekkert skrítið í upphafi þessa kjörtímabils að í ríkissáttmálanum eða sáttmála ríkisstjórnarinnar þá kveðið á að efla heilbrigðisþjónustuna og núverandi heilbrigðisráðherra hefur haft það á sinni stefnuskrá að á þessu kjörtímabili efla opinbera heilbrigðisþjónustu. Það eru margar ástæður fyrir því en ein af þeim meðal annars að opinbert heilbrigðiskerfi sem hafa aðalega fjármagnuð af opinberu og rekin af opinberum aðilum hafa sannað yfirburði sína allavega í vestrænum heimi. Nú, eitt af því fyrsta sem gert var í upphafi kjörtímabils það var að taka fram heilbrigðisstefnu til ársins 2030. Hún var tekin fram í miklu samráði, hún var rædd á heilbrigðisþingi og hún var samþykkt á Alþingi í júní 2019. Eins og þið sjáið þá eru kaflarnir í þessari heilbrigðisstefnu ekki einstakar sérgreinar heilbrigðisþjónustu heldur ákveðna grunnþætti í heilbrigðisþjónustunni sem mikilvægt að séu á hreinu til þess að við séum að byggja upp kerfi sem hvílir á sterkum stoðum. Fyrsta lagi, hvernig kerfinu stjórnað, hvernig skipt upp, hvernig sjáum við til þess að veita rétta þjónustu á réttum stað, hvernig ætlum við að huga að mönnun í heilbrigðiskerfinu, hvernig virkjum við notendur heilbrigðisþjónustunnar þannig að þeir séu að hluta til ábyrgir fyrir sínum eigin sjúkdómi. Skilvirkt þjónustukaup, hvernig við ætlum að kaupa þjónustuna, hvernig ríkið á að kaupa og greiða fyrir þá þjónustu sem í boði. Gæðaáætlun, hvaða kröfur gerum við gæði og öryggi í heilbrigðisþjónustunni og hvernig hugsum við síðan til framtíðar, það að segja hvernig ætlum við að mennta heilbrigðisstarfsfólk, hvernig ætlum við að stunda vísindastarf í þessu landi og sjá til þess að fjármagn komi þangað. Allt þetta eru grunnstoðir í öllum heilbrigðiskerfum og það verður að vera ákveðið hvernig ætlum við að fara með þessa hluti. Ég gat ekki annað en þegar ég rak augun í það sem var rætt á nýlegum fundi samtaka atvinnulífsins heilbrigðismál
þar sem að þeir tóku fram eftirfarandi hluti og ég vissi ekki, er þeim alvara eða er þeim ekki alvara? Hafa þeir lesið heilbrigðisstefnuna og gleymt að vitna í hana eða hafa þeir ekki lesið hana? Ég var svolítið óviss vegna þess að þeir hafa ekki alltaf verið hressir yfir því sem verið er að gera, sérstaklega varðandi samninga við einkaaðila. Nú, það stendur þetta, SÍ kaup á allri heilbrigðisþjónustu fyrir hönd ríkisins, já. Fjármagnið fylgir sjúklingum, já. Tryggja réttindi notenda og virkja þá í þjónustunni, já. Auka samfellu í þjónustunni, endilega, og það hefur kerfið hingað til ekki tryggt. Sömu skilyrði skulu gilda óháð rekstrarformi. Já, þetta er ekki ágreiningur og í heilbrigðisstefnu er raunverulega ekki talað hvort við eigum að reka opinbert kerfi eða einkarekið þó að ég standi fast við það sem ég hef sagt hér áður. En það er sagt að það verði, ef við ætlum að hafa blöndu af þessu tveggju, þá verða sömu skilyrði að gilda báða aðila. Svo einfalt er það. Aðeins til þess að minnast á það hér hvernig þróunin hefur verið hingað til í heilbrigðiskerfinu. Við vitum það öll að Alþingi samþykkir fjárlög, það kemur til fjármálaráðuneytisins, peningarnir koma út samkvæmt fjárlögum til opinbers reksturs. Þetta hefur verið árabil og bara svo lengi sem ég man allavega það sem hefur verið gert. Varðandi einkarekstur, þá er þar mjög hvetjandi kerfi sem að Sjúkratryggingar Íslands hafa samið við sérgreinalækna og aðra einkarekna heilbrigðisþjónustu þar sem að raunverulega er borgað fyrir hverja heimsókn og hverja aðgerð og hvert annað. Þannig að þetta er mjög hvetjandi kerfi fyrir einkareksturinn en mjög hamlandi kerfi fyrir opinbera þjónustu. Þannig að raunverulega er þetta eins og að setja tvo flokka í kapplaup og þar sem annar byrjar einhverjum kílómetra á undan hinum. Þannig að þetta er vonlaus en þetta verður samt samkeppni og óheilbrigð samkeppni á milli þessara tveggja greina. Við getum kannski komið inn á það aðeins seinna. Nú, afleiðingarnar af þessu eru þær sem að við höfum verið að raunverulega díla við núna á þessu kjörtímabili. Það er að segja, kerfið hefur leitt til þess að sérfræðilæknar leita út frá háskólasjúkrahúsinu vegna þess að þeir fá betri vinnuumhverfi, það er að segja betri vinnutíma sem þeir geta stýrt sjálfir, þeir losna við vaktir og þeir fá betri tekjur. Það þýðir það að háskólasjúkrahúsið veitir takmarkaða göngudeilda og dagdeilda þjónustu vegna þess að sú þjónusta gerir enn meiri kröfur til nærveru sérgreinalækna en bara það að ganga stofugang morgun og kvölds á deildum. Þetta þýðir það að þörfum krónískra sjúklinga sem eru með margþætt vandamál, að þeim er ekki sinnt nægilega vel. Þeir eru sendir á milli ólíkra sérfræðinga inn í sjúkraþjálfun, inn til sjálffræðinga og svo framvegis og svo framvegis. Þeir eru á þveitingum allan bæ eftir þessari þjónustu. Nú, það er líka þannig að þegar að samið er við regnhlífarsamtök eins og hefur verið gert hingað til, að þá er þjónustuútboðið raunverulega þannig að það stýrist af framboði þjónustunnar, ekki af eftirspurn þjónustunnar. Og það er auðvitað ekki í lagi. Þar að auki má nefna það að stofulæknar hingað til hafa verið í samkeppni við heilsugæsluna sem á að vera samkvæmt heilbrigðisstefnu fyrsti viðkomustaður fólks inn í heilbrigðiskerfið. Aðeins þessi ólíku skilyrði. Raunverulega er það þannig að þetta kerfi sem við höfum byggt upp síðustu 30 ár, það gerir það verkum að það er ekki hægt að semja við sérgreinalækna á sömu forsendum áður. Þetta er rætt í heilbrigðisstefnu á síðu 20. En skýrsla Ríkisendurskoðunar og fjölmargar skýrslur erlendra sérfræðinga hafa bent á það að við erum raunverulega ekki að fylgja lögum kaup á heilbrigðisþjónustu í landinu. Þannig að það verður að laga þetta áður en samið er og þess vegna hefur raunverulega ekki verið hægt að koma til samninga á þessu sviði vegna þess að andstæðingurinn eða samningsaðilinn hefur krafist þess að allt verði óbreytt eins og það hefur verið, raunverulega.
Nú, það verður að vera þannig að kaupandinn til þjónustunar hafi úrslitavaldið það hvaða þjónustu hann vill kaupa. Eins og ég sagði áðan, þá samræmist ekki samningum því að gera samninga við regnhlífarsamtök, þar sem þú kaupir raunverulega alla þjónustu og þar sem framboði ræðst af framboði á þjónustu. Þannig að þú getur ekki sagt, við viljum kaupa sérstaklega geðlæknisþjónustu, nei, þá fáum við allt hitt með líka og það er raunverulega það framboð sem stýrir notkuninni. Nú, það verður að vera hægt að fylgjast með hvaða þjónustu verða að veita og með hvaða árangri og hingað til höfum við eiginlega bara upplýsingar fjölda heimsókna og vitum ekkert hvað þessar heimsóknir hafa falið í sér. Og það þarf að vera hægt að fylgjast með því að heildarkostnaður sé í samræmi við það sem var samið og þetta hefur verið vegna þess að við höfum séð það ár eftir ár í öll þessi ár að þessi kostnaður í einkarekna þjónustu, hann hefur farið umfram fjárlög vegna þess að það er ekki hægt að fylgjast með því á skilvirkan hátt. Nú, ef við ætlum að hafa sömu skilyrði þá er það þannig að sami samningsaðili semur við bæði opinbera og einkaaðila. Samið magn og verð og gæði á þeirri þjónustu sem leggja á áherslu á, þannig að kaupandinn velur það. Síðan gerðar, það er samskonar greiðslukerfi og við núna í lokametrunum á innleiðingu á DRG fyrir spítalana en það verður að koma inn á einkakerfið líka. Og kröfur samfellu og þjónustunu og aðgengið, ég meina, ef að sérfræðingur í fríi, þeir verða að fá frí eins og allir aðrir, þeir kannski burtu í 2-3 mánuði á ári, menntun og annað slíkt, hver á þá að sjá þeirra sjúklinga? Þetta verður að vera klárt, það það ekki í dag. Og síðan það að ef þú ert í einkarekstri þá ertu þar en ekki bæði í opinberum og einkarekstri, því að það skapar siðferðileg vandamál. Nú, stuttur listi yfir það sem hefur tekist vel. Ég ætla ekki að telja þetta allt upp, en fyrsta lagi heilbrigðisstefna sem markar framtíðina, bygging nýs háskólasjúkrahús, heilsugæslan hefur verið efld stórkostlega, greiðsluþátttaka sjúklinga lækkuð og nálgast nú það sem lægst á Norðurlöndum, geðheilbrigðisþjónustan hefur verið efld mjög mikið og svo lengi má telja þetta og það náttúrulega, þessi listi ég geti talið hérna upp í klukkutíma þar sem hefur vel tekist til og þessu og fært heilbrigðisþjónustuna í rétta átt. Varðandi fjármagni þá nægir að kíkja á fyrsta árið 2017 og síðasta árið 2021 til þess að átta sig á því að fjármagn til heilbrigðisþjónustu hefur verið aukið verulega á þessu kjörtímabili. Hvað vantar á? Það sérstaklega heilbrigðisþjónusta við aldraða. Það sérstaklega að skilgreina hlutverk ríkis og sveitarfélaga vegna þess að það eru rangir hvatar í þessu kerfi eins og þetta í dag og það þarf að bæta mönnun í heilbrigðiskerfinu. Það þarf að auka dag- og göngudeildarstarfsemi spítalana og það þarf að jafna aðgengi að þjónustu sérgreinalækna allt land og náttúrulega stytta biðlista en það gömul saga og ný. Ég vil aðeins benda á það hérna með öldrunarþjónustuna að við liggjum verulega á eftir. Hér 2018 skýrsla frá KPMG varðandi heimaþjónustu borið saman við Norðurlöndin en það hefur verulega verið bætt í á þessu kjörtímabili og ég veit ekki, hef ekki þær síðustu tölur. Nú, í þessari heilbrigðisstefnu stendur framtíðarsýn. Þar árangur heilbrigðisþjónustunnar metinn með því að mæla gæði þjónustunnar og öryggi og hversu aðgengileg hún og hvað mikið hún kostar. Ég vil meina það að 4 ár allt of stuttur tími til þess að raunverulega koma á þeirri kerfisbreytingu sem ætlunin var í heilbrigðisstefnunni. En við höfum lagt grunninn að áframhaldandi heilbrigðri þróun heilbrigðiskerfisins. Það sem þjónustan veitt á forsendum sjúklings, ef við erum að fylgja stefnunni. Ég vona að komandi stjórnvöld beri við til þess að halda áfram að fylgja stefnunni og gera það þrátt fyrir það að það munu koma mótbárur frá hagsmunahópum og þrýstihópum og svo framvegis. Ef okkur tekst það, þá munum við hafa
heilbrigðisþjónustu á heimsmælikvarða árið 2030 eða kannski fyrr. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Birgir. Það ljóst að margt hefur gert en það vantar enn upp á. Næst býð ég velkomna Söru S. Öldudóttir. Sara sérfræðingur hjá ASÍ. Hún er höfundur skýrslu sem nýlega var birt stöðuna í heilbrigðiskerfinu sem ASÍ lét gera. Yfirskrift erindi Söru bilið sem þarf að brúa, ójöfnuður í heilsufari og mótsagnir í öldrunarmálum. Gjörðu svo vel, Sara. Takk fyrir. Titill erindisins lýsandi fyrir það sem ég ætla að tæpa á hérna og eru 2 þættir úr þessari skýrslu sem ég tel sérstaklega ástæðu til að halda á lofti hérna í þessari umræðu. Ég ætla ekki að fjalla beint heilbrigðiskerfið, ég ætla að fjalla þessa þætti í svona breiðara félagslegu samhengi. Ég ætla að segja ykkur að það sé ójöfnuður í heilsu á Íslandi. Það vaxandi meðvitund þetta og rannsóknir sýna það. Hann fer vaxandi. Og ég ætla að sýna ykkur tölu hvað varðar ævilíkur, lýðheilsuvísa og setja það í samhengi við félagslega og efnahagslega misskiptingu. Ég ætla að segja ykkur frá mótsögnum í öldrunarþjónustunni og það búið að tæpa á því hérna að þar vantar verulega upp á. Fækkun hjúkrunarrýma, biðlistar, álag á aðstandendur og viðmið sem virðast á skjön við veruleikann. Það erfitt að mæla heilsufar með einhverjum fullkomnum mælikvarða og segja frá því einfaldan hátt. Hins vegar í lýðheilsuvísindunum og faraldsfræðinni það hefur sýnt sig að það að biðja fólk að meta eigin heilsu í spurningakönnunum hefur reynst réttmætur mælikvarði á raunverulega heilsu þess. Hérna eru niðurstöður úr stórri könnun sem flest ykkar kannast líklega við sem heilsu og líðan Íslendinga. Tölur frá 2007 til 2020 og þarna fólk spurt beðið að meta andlega heilsu sína annars vegar og líkamlega heilsu hins vegar. Súlurnar sýna hlutfall þeirra Íslendinga sem svara könnuninni sem meta heilsu sína laga, sæmilega eða lélega. Og þið sjáu það að þetta hlutfall fer verulega hækkandi á þessu tímabili. Þetta áhyggjuefni, en þegar nánar litið á þessa þróun, þá alveg ljóst að þessi áhrif, þau dreifast misjafnt á milli hópa eftir félagslegri og efnahagslegri stöðu og öðrum þáttum. Ævilengd annar svona mælikvarði sem við getum horft á við það að meta þróun heilsufars. Og það hefur nú þegar verið fjallað það gliðnandi bil sem þið sjáið á þessari mynd, á þessu línuriti hér, þar sem að ævilíkur 30 ára einstaklinga yfir síðustu 10 ár eftir menntunarstigi að það sést þannig að þeir sem eru með grunnmenntun einungis lífslíkur þeirra hafa svo gott sem staðið í stað þessu tímabili á meðan ævilíkur annarra aukast. Og margir getur spurt sig í þessu samhengi hvar stöndum við hvað varðar í alþjóðlegu samhengi hvað þetta varðar og OECD gerði úttekt á því hvort að það hafi verið 2019 sem sú skýrsla kom út, flokkaði Evrópuþjóðir í 3 flokka eftir nákvæmlega þessum mælikvarða, stigi ójöfnuður eftir menntun og þar féll Ísland í flokk þeirra þjóða sem eru með hæsta stig ójöfnuðar út frá þessu sjónarhorni. Þetta áhyggjuefni. Þannig sýni ég ykkur annars vegar, þetta eru niðurstöður úr heilsu og líðan og landlæknisembættið gerði sérstaka greiningu í upphafi sem kom út í upphafi þessa árs á ójöfnuði sem að þau gögn sýna og það þá annars vegar frá 2012 og 2017. Súluritin sýna stig ójöfnuðar fyrir mismunandi lýðheilsuvísa, sjálfsmat líkamlegrar og andlegrar heilsu, fólk sem býr við takmarkanir í daglegu lífi vegna heilsufars og svo sykursýki. Og þetta allt, það hoggið eftir þessu í spurningakönnunum, þannig að fólk svarar þessu sjálft
Þetta það sem tölurnar sem þið sjáuð fyrir ofan súlurnar eru hlutfallstala ójöfnuðar, má nefna það. Við sjáum, og þarna fólk flokkað eftir kyni og því hversu erfitt eða auðvelt að ná endum saman. Þannig fjárhagsstaðan metin í þessu tilviki. Og tölurnar má túlka þannig, ef við sjáum að meðal karlmanna munurinn eftir efnahagslegri stöðu meiri, en hann nokkur, bæði meðal karla og kvenna. Við sjáum að fyrir andlega heilsu, þá eru þeir karlar sem eiga erfitt með að ná endum saman, 3 sinnum líklegri að meta andlega heilsu sína laga og aðrar tölur eru á sama veg. Þróunin, það þannig tafla til hægri og hún sýnir þróun fyrir þessa lýðheilsuvísa frá 2012 til 2017 og fyrir flesta þeirra þá jókst ójöfnuðurinn á þessu tímabili. Það annað sem þekkt í þessum fræðum að það flókið samspil sem útskýrir þá ferla og sem koma út í því að félags- og efnahagsleg staða skila sér í verra heilsufari. Og jafnframt talað það að það séu einungis 10% af þessum heilsubresti sem fólk í veikara stöðu í samfélaginu á við, sem útskýrist beinlínis af heilbrigðisþjónustu. Heldur og í raun og veru það framfærsla og félagsleg vernd sem útskýrir langmest 60% hvað varðar sjálfsmat á heilsu. Engu að síður þá heilsubresturinn sem fólk stendur uppi með viðfangsefni heilbrigðiskerfisins. Og það maður heyrir að það sátt þá í Íslandi að það á að vera jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Við vitum jafnframt að kostnaðarþátttaka sjúklinga jókst talsvert upp úr fjármálahruninu. Sú þróun hefur gengið tilbaka að nokkru leyti á síðustu árum, en eftir stendur það sem við sjáum hér. Í könnunum Vörðu rannsóknarstofnunar vinnumarkaðar hefur verið spurt það hversu aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Þar sjáum við að stór hluti Íslendinga sparar við sig almenna heilbrigðisþjónustu. 12% launafólks og 1/3 atvinnulausra. Og þessar tölur sýna ekki jafnt aðgengi eftir efnahagslegri stöðu. Og það sitjum við uppi með núna. Nú ég ætla að nota restina af mínútunum mínum til að tala öldrunarmálin. Á þessari glæru sjáum við veruleika sem flestir kannast við, það að fólki í elstu hópum samfélagsins fer hlutfallslega fjölgandi eða stærra hlutfall af samfélaginu og mun verða til lengri tíma. Á sama tíma hefur hjúkrunarrýmum per 1000 einstaklinga, per einstakling í þessum hópi fækkað. Frá þessar tölur sýna tölur frá 2007. Nú, það einhverju leyti í samræmi við þá stefnu að fólk eigi að fá að dvelja lengur í heimahúsum og að það vilji fólk sé til þess. En það vantar verulega upp á, og eins og Birgir sýndi hérna, það hefur verið verulega vanfjármagnaður þáttur heilbrigðisþjónustunnar. Og við sjáum að hérna þetta úr úttekt landlæknisembættisins á biðlistum eftir hjúkrunarrýmum. Og fjöldinn á biðlistunum hefur ekki einungis aukist, heldur við biðtíminn einnig lengst verulega á síðasta áratug. Nú, í drögum að nýrri heilbrigðisstefnu sett fram þetta viðmið að það eigi 15% 80 ára og eldri eigi raunverulega að eiga heima á hjúkrunarheimilum. Samkvæmt því viðmiði þá ættu þessi biðlistar ekki að vera staðreynd. En þá spyr maður, en hvað með það fólk sem hefur fengið sérstakt mat, færni og heilsumat og þess vegna í bið eftir hjúkrunarrýmum. Það rof á milli þessara viðmiða og veruleikans eins og hann blasir við og það brýn nauðsyn á því að skilja og skýra vel hvar ber þarna á milli áður en lengra haldið.
sem einkum vil ég nefna hér, af því að það hvað á að koma í staðinn fyrir hjúkrunarrýmin, það efld heimaþjónusta, það aukin dagþjónusta fyrir eldra fólk, en einnig var það nefnt og heyrði maður að hluta framtíðarsýn í öldrunarmálum að ættingjar taki meira þátt í umönnun aldrara. Og það mjög mikilvægt að halda því til haga í því samhengi að umönnunarbyrði, umönnunarhlutverk sem ættingjar sinna gagnvart öldruðum ættingjum sínum mjög há á Íslandi nú þegar. Og í landi þar sem að atvinnuþátttaka kvenna eins há og raun ber vitni, við sjáum hér á glærunni þessar tölur frá 2018 þar sem að tilhneiging til hefðbundinna kynhlutverka raunveruleiki, að það þarf að stíga verulega varlega til jarðar hér. Í ljósi þessi umönnunarbyrði hefur nú þegar í umræðinu verið sett í samhengi við aukna tíðni örorku og endurhæfingu hjá konum í akkúrat þessum aldurshópum. Samantekið, fólk í félagslega veikri stöðu býr við lakara heilsufar en aðrir á Íslandi sem og annars staðar. Þessi ójöfnuður hefur verið að aukast og vísbendingur hann sé mikill í alþjóðlegum samanburði. Sami hópur neitar sér almenna heilbrigðisþjónustu. Eldra fólki fjölgar, ættingjar bera nú þegar mikla ábyrgð og þörfin virðist vanáætluð og það rof á milli framtíðarsýnar og raunveruleikans eins og blasir við í dag. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta skýru og ítarlegu greiningu, Sara. Næst það Steinunn Þórðardóttir sem kemur hér í pontu. Hún yfirlæknir á heilabilunarhluta öldrunarlækningadeildar Landspítalans. Það liggur við að ég biðji þig að fara með titilinn sjálf. Það mjög þakklátt að sleppa. Gjörðu svo vel, Steinunn. Þakka þér kærlega fyrir og það sönn ánægja að fá að vera hérna með ykkur í dag. Takk fyrir að bjóða mér að tala. Og það bara mjög gaman að hlusta á þá sem komu undan mér og það held ég bara heilmikill samhljómur í því sem þið voru að ræða og því sem ég ætla að koma inn á og mitt það gaman að sjá hvernig við svona að sjá þetta svolítið svipuðum augum. En ég fekk hlutverkið að fjalla þetta fyrirbæri að velja sjúklinga og þá áhrif ólíkra rekstrarforma á öldrunarþjónustu. Og ég ætla að tala þetta bara út frá minni reynslu sem þjónustuveitanda í kerfinu. Ég náttúrulega bara sjálf hluta þessu opinbera kerfi og þið fáið svolítið bara svona að fá mína sýn á hvernig að vinna við heilbrigðisþjónustu aldraðra í dag og hvar okkur finnst skóinn kreppa. Og ég hef nú sýnt þessa mynd áður, þessi skýrsla KPMG fyrir embætti landlæknis náttúrulega á mörgu leyti bara mjög góð og mér finnst bara fínt að byrja á því að sýna ykkur hvernig kerfið uppbyggt bara svona á einfaldan hátt sem útgangspunkt. Og þetta svona tröppugangur, þar sem þið sjáu það lengst til vinstri við með einföldustu ódýrari úrræðin eins og við vorum að ræða áðan, það sem vantar heilmikið í og efst í tröppunni við með flókin dýr úrræði eins og hjúkrunarheimili og sjúkrahús. Og ég vildi bæta þessu við sem neðstu tröppunni, mér finnst þetta rauninni vant algjörlega inni í þetta yfirlit yfir heilbrigðisþjónustuna, auðvitað eiga forvarnir að vera hluti af heilbrigðisþjónustu við aldraða og heilsuefling aldraða búið að sýna mjög góðan árangur í að rauninni koma í veg fyrir að fólk færist upp þessa tröppu og halda því neðar lengur og að fólk sem lifi þá við betri heilsu heima sjálfstætt og þá að eigin vali lengur en núna. Og hérna eigum við í rauninni að eyða mestu púðri þarna í þessu einfaldu ódýru úrræði og þetta tala líka inn í þetta áratug heilbrigðrar öldrunar sem að við erum í rauninni að koma inn í núna. Áratugurinn 2020 til 2030 á vegum Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar hefur hann verið útnefndur áratugur heilbrigðrar öldrunar og það mjög mikið fókus á þessa þætti þar. En ef við höldum það aðeins áfram og skoðum stöðuna eins og hún blasir við okkur í dag á Íslandi, að það sem sagt skortur á þessum ódýrari úrræðum neðst í tröppunni sem leiðir til aukinnar notkunar á dýrari úrræðum og það getur bara vel verið að við þurfum einmitt bara að leggja líka meira púður þar eins og Sara kom inn á eins og varðandi hjúkrunarheimilin. Ég held að sé alveg hárrétt hjá þér að þeir sem eru með samþykkt færni og heilsumat hafa farið bara í gegnum mjög krefjandi ferli og fengið samþykkt að þeir raunverulega þurfi þessa þjónustu.
En okkur vantar hvata til að breyta þessu, að við séum í rauninni ekki að dreifa peningunum kannski á réttan hátt og til þess að útskýra þetta aðeins betur þá langar mig að taka dæmi, að sem dæmi sveitafélag, hvaða sveitafélag sem sér ekki fjárhagslegan hag í að veita auknu fjármagni í þessa neðstu þrep í forvarnir og heimaþjónustu. Því ef slíka þjónustu skortir þar, þá færast notendurnir einfaldlega bara fyrr á dýrari þjónustustig sem eru á vegum ríkisins. Þannig að þetta eru alls konar vasa sem peningarnir eru að koma úr og það kannski ekkert endilega að sveitafélagi sjái hagi því að vera að eyða peningum með eitthvað sem það sparar ekki annars staðar. Þannig að manni finnst að þurfa að vera miklu meiri samþætting á þessari nýtingu á fé. Og hér náttúrulega verið að spara aurinu og kasta króninu og það eitthvað sem að blasir við okkur alla daga sem vinnum í þessu kerfi að það svolítið svoleiðis upplifun. Og þetta með að vinstri veit ekki hvað svo hægri að gera. Ég hugsa þetta alveg mjög oft í mínu starfi, maður bara, þú veist, hvað að frétta af því að nota ekki þetta frekar og spara hér? Það bara af því að það einhver annar rekstraraðili sem hefur ekki hag af því. Og svo liggja biðlistar víðsvegar. Við erum náttúrulega með gríðarlega marga rekstraraðila, talandi með rekstraraðila sem eru að veita þjónustu, öldrunarþjónustu. Og þeir eru með sína biðlista í sínum skuffum og sínar kröfur á það hver kemst á það og hver ekki og sér líka sínar hugmyndir það hvernig þjónustu þeir ætla að veita og hverjum. Þannig að þetta bara mjög flókið og það skortur og heildaryfirsýn yfir eftirspurn eftir mismunandi þjónustu þáttum á mismunandi svæðum og þá horfum maður líka til landsins alls. Og eins og ég segi, ég svona eitt lítið peð í þessu kerfi og ég hendi inn alveg merkjum alls konar rekstraraðila, en þetta bara af handahófi og þetta ekkert eitt point með því akkurat þessir aðilar eru, þannig að þeir eru miklu fleiri. Þetta bara til að sýna hvað þetta flókið og hvað þá fyrir notendar sem eru að koma inn í kerfið í fyrsta skiptið eða aðstandendur notenda. Hvernig á ég að hafa hugmynd hvað mér stendur til boða, hver minn réttur Og svo skortir náttúrulega kröfulýsingar, bara hvaða kröfu ég að gera til þjónustunar. Þær eru til sumt, en alls ekki allt. Bara varðandi marga þjónustuþætti, þá skortir þetta og líka þetta eftirlit, eins og Birgir kom inn á, með því að þjónusta sem borgaðir fyrir sér raunverulega veitt og sé að fullnægjandi gæðum. Mér finnst þetta vera algjört lykilatriði, bara hvað erum við að borga fyrir og hvað viljum við fá. Og í framhaldinu þá, mér finnst alltaf gott að taka dæmi af raunverulegu fólki, bara svona til þess að aðeins og útskýra betur það sem ég búin að vera að ræða áðan. Og ég ætla að segja ykkur söguna af Jóni, ég vonið að hefði þolinmæði til þess. Þetta í raun ekki raunverulegur sjúklingur, þetta blanda af mörgum sjúklingum, en þetta algjörlega byggt á raunveruleikanum og gæti algjörlega komið fyrir Jón 69 ára. Það alveg staðreynd. En sem sagt, ef við förum bara í gegnum hans sjúkrasögu, þá þetta 69 ára maður og hann greinist með heilabilun og býr í eigin húsnæði með eiginkonu sinni og fyrstu 23 árin eru einkenni sjúkdómsins væg og þau hjónin þurfa enga utanaðkomandi aðstoð. Svo fer að bera á vaxandi þunglyndiseinkennum hjá Jóni. Þetta ekki nýtt vandamál, hann hefur átt við þunglyndi að stríða á köflum frá unglingsaldri. Og læknirinn hans Jóns vill að hann fái aðstoð frá geðheilbrigðisteymi, það komið inn á heilsugæslustöðvarnar, þar eru meðal annars sálfræðingar innifaldir. En þá kemur í ljós að teymið tekur ekki við öldruðum einstaklingum. Þannig rekstraraðili eða þjónustuaðili bara búin að ákveða það að það sé bara þess en ekki hinn sem fær akkurat þessa þjónustu. Hér eru þeir valdir út frá aldri og eldri sjúklingum hafnað. Þannig að við öldrunarlæknar stöndum fram þessu, við getum ekkert samt okkar fólk inn í geðheilbrigðisteymin og heilsugæslunni, það ekki boðið fyrir, og ég manum að spyrja hvers konar mismunun það Nú, hann fær lyf við þunglyndi, hann fær ekki sálfræðiþjónustu, en hann fær lyf við þunglindinu hjá sínum lækni, líður eitthvað skár, en heilabilunareinkennir eru farin að ágerast mjög, hann öryggislaus þegar eiginkonan fjarverandi, en hún enn að vinna og hann mikið einn. Og því sóttur sérhæfða dagþjálfun fyrir Jón, en hann býr í nágranna sveitafélagi Reykjavíkur. Og hann fær fljótlega boðum pláss, hann heppinn í dagþjálfun í sínu sveitafélagi. Þetta úrræði sem sérstaklega hugsað fyrir fólk með heilabilun. Dagþjálfunin í sama húsnæði og almenn dagdvöl fyrir aldraða og Jón 10–20 árum yngri en flestir af hinum sem nýta sér úrræði, en tilbúin að prófa. Á fyrsta degi í dagþjálfuninni þá villist hann úr húsnæði dagþjálfunarinnar yfir á nærliggjandi hjúkrunarheimili. Og það hringdi í eiginkonu Jóns og sagt að hann bara því miður útskrifaður úr dagþjálfuninni, þau ekki með lokað úrræði, þetta ákveða þau sjálf, geta ekki haft auga með fólki sem á það til að villast. Og þetta fyrir fólk með heilabilun. Þannig bara þessi rekstraraðili búin að ákveða, ég ætla bara að hafa þetta svona, og ef fólk fittar ekki inn í þann ramma, þá því bara vísað annað. Þannig að hér sjúklingar með auðveld einkenni valdir og þeim sem krefjast meira á starfsfólkinu hafnað. Og nú Jón bara í algjörlega lausu lofti. Hann hefur ekki komist að í annarri dagþjálfun, þar sem að dagþjálfanir í nærliggjandi sveitafélögum taka bara við eigin íbúum. Þannig að hér eru íbúar ákveðna sveitafélagavaldir og öðrum hafnað.
Hann vill gjarnan komast í dagþjálfun þar sem aðrir notendur eru á svipuðum aldri og hann, en slíkt úrræði er ekki í boði. Og þarna eru alls konar gloppur í kerfinu og þá sér maður fyrir sér tækifæri til myndunar á þessu tvöfalda kerfi, þar sem að fólk er að borga í rauninni þjónustu hjá einkaaðila fullu verði og aðrir hafa ekki tækifæri á því sökum efnahags. Þannig að allstaðar sem að myndast svona gloppur, þar myndast þessi í rauninni tækifæri til þess að mynda tvöfalt kerfi sem er náttúrulega alls ekki það sem við viljum. Nú, eiginkona Jóns, hún velti því fyrir sér hvort hann geti fengið félagslega liðveislu meðan hún er í vinnu þar sem hann er ekki í neinni dagþjálfun og að einhver komi við hjá honum og sjá hvernig hann hefur það og fari með honum í gönguferðir eða eigi stuttar samverustundir bara til að brjóta upp daginn. Nú, félagslega liðveisla er eingöngu í boði fyrir fólk með fötlun og heilabilun Jóns fellur ekki undir þá skilgreiningu. Það er hægt að fá slíka þjónustu hjá einkaaðilum, alveg eins og ég minntist á áðan, en eingöngu ef hún er greidd að fullu úr eigin vasa. Opinbera kerfið býður ekki upp á þessa þjónustu fyrir Jón. Þannig að hér erum við að velja út frá greiningum en ekki þörfum og fólki með ákveðnar greiningar er hafnað. Og hér hefur einnig myndast tvöfalt kerfi, eins og ég talaði áðan, þar sem þeir efna minni sitja ekki við sama borð og þeir efna meiri. Nú, þetta fer að styttast hjá Jóni, hún fer áfram aftur og lokum leggst hann inn á heilabilunardeild á Landakoti þar sem mjög illa gengur heima. Og það er útséð með að hann komist aftur heim og því er ákveðið að sækja færni og heilsumat og þar með varanlegt rými á hjúkrunarheimili. Jón enda með að liggja á deildinni í ár eftir að hann fær samþykkt færni og heilsumat eftir að búið að samþykkja pláss fyrir hann, þar sem hjúkrunarheimilin velja alltaf einhvern annan umfram hann. Og þegar plásslosnar á hjúkrunarheimilið þá fá þau val 2 alltaf. Og við sem vinnum á heilabilunardeildinni á Landakoti, við tökum eftir því að okkar skjólstæðinga það gengi trekk í trekk fram hjá þeim. Og við hefum séð dæmum alltaf 7-8 sinnum sama einstaklingin. Þannig að hér eru þeir einstaklingar valdir sem eru ekki með krefjandi sjúkdóm eða einkenni. Nú, Jón kemst loks að á hjúkrunarheimili eftir þessa árslöngu bið og bregst mjög illa við flutningnum þangað en orðinn mjög heimavanur á Landakoti eftir þessa löngu bið þar. Það ræðst illa við Jón á heimilinu og starfsfólki tjáir starfsfólki Landakots að það verði því miður að senda Jón aftur þangað. Í samtalinu kemur fram að hjúkrunarheimili sé illa mannað og margt starfsfólk óreint og ekki fagmenntað og því sé engin leið að sinna Jón á staðnum. Það eru til kröfulýsingar fyrir starfsemi hjúkrunarheimila og þetta hjúkrunarheimili er ekki að uppfylla þá kröfulýsingu. Og þegar ég er að taka þetta dæmi, ég er ekki að ráðast á starfsfólki á þessu hjúkrunarheimili svo það sé tekið fram. Ég veit að það er að gera sitt besta, en það bara vantar mikið upp á aðstæðunar. Nú, Jón kemur aftur á Landakot og deyr að lokum á heilabilunardeildinni þar. Þannig lauk þeirri sögu. Og eins og ég segi, mér finnst þetta bara svona kannski lýsa þessu ágætlega fyrir okkur hvar allir þessar hindranir eru, hvar fólk er stöðugt að ganga á veggi, hvar fólk er stöðugt að komast að því, nei, þetta er ekki fyrir mig, þetta er fyrir einhvern annan. Þannig að það er alltaf verið að velja einhvern annan en Jón. Og ef við hugsum í lausnum, svona bara loka orð, þá að mínu mati þurfa að vera skýrar kröfulýsingar alla þjónustu þætti í öldrunarþjónustu og öflugt eftirlit með henni, að það sé raunverulega verið að veita það sem við erum að borga fyrir alla. Svo þarf að vera miðlægur upplýsingabanki þá þjónustu sem er í boði, þannig að maður kemur þarna inn sem notandi, maður fái strax yfirsýn á hverju á ég er rétt á, þetta er ekki til í dag. Og miðlægir biðlistar sem veita góða yfirsýn yfir stöðu kerfisins í heild og hvar gloppur gætu myndast, til þess að við komum í veg fyrir að það myndist tvöfalt kerfi. Og þarna getur maður alveg séð fyrir sér mælaborð eins og í barnamálanum að maður bara fylgist með stöðunni í rauntíma. Svo þarf að samþætta kerfin, þannig að þeir sem eru í mestri þörf séu ávallt í forgangi en ekki einblítt á búsetu, aldur, sjúkdómsgreiningar og svo framvegis og tryggja hvatar séu til staðar til að veita rétta þjónustu á réttum stað á réttu þjónustustigi og það sé allra hagur að fara vel með fjármagnið sem veitt er til þjónustunar. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir þetta Steinunn og veit okkur þessa innsýn inn í stöðuna í öldrunarmálum og sérstaklega hjá þeim sem við erum með heilabilun. Næst við ætlum núna að færa okkur einu stórmálinu yfir í annað. Við bjóðum núna Arnar K. Hjaltalín velkominn, hann er formaður stéttarfélagsins Drífanda í Vestmannaeyjum. Hann ætlar að fjalla það hvernig er að fæða, þroskast, veikjast og eldast út á landi. Gjörðu svo vel, Arnar. Takk fyrir þetta, Heba, og góðan daginn öll sömul. Komið var að máli við mig frá SÍ og beðin að fara yfir aðgengi að heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni og tók ég tækifæri fegins hendi. Heilbrigðismál
og aðgengi að heilbrigðisþjónustu er vaxandi þáttur í vitund og veruleika fólks hvar sem það býr á landinu og brenna aðgengismál þar heitt á íbúum landsbyggðarinnar. Vil ég upphafi þessar yfirferðar þakka ASÍ fyrir að taka þetta mál upp af þeim krafti að þetta orðið eitt af aðalkosningamálunum fyrir komandi þingkosningar. Í yfirferð minni mun ég að sjálfsögðu fjalla málið eins og það horfir við okkur í Eyjum og það er alveg ljóst að við erum ágætlega sett þar miðað við marga aðra. Fólk leita mikið til okkar í stéttarfélaginu það stendur frammi fyrir veikindum, bæði til að fá ráðleggingar, til að komast í gegnum kerfið og ekki síður fjárhagslega aðstoð. Í Vestmannaeyjum eru 2 starfsstöðvar Heilbrigðisstofnunar Suðurlands eða HSU. Við höfum einnig sambýli, við höfum endurhæfingu fyrir fatlaða fólk sem eru bæði rekin af bæjarfélaginu, útibú frá virk starfsendurhæfingu sem ég tel að vera orðin mjög mikilvægan þátt í endurhæfingu innan heilbrigðiskerfisins. Starfsstöðvar HSU eru hjúkrunarheimili Hraunbúðir og Sjúkrahús Vestmannaeyja og nú rekið sem heilsugæsla með legurýmum, auk langlegurýma og líknardeild með sérhæfðu frábæru starfsfólki. Við vorum svo heppin í Eyjum að ríkið tók yfir rekstur hjúkrunarheimilisins í vor og hafa þeir kynnt áform og sýnt vilja til að byggja þar upp og bæta. Almennt höfum við ekki fundið fyrir þeirri óánægjum yfirtökuna sem hefur verið víða þar sem hagnaðardrifin félög hafa tekið yfir. Heilsugæslan er ágætlega búin tækjum, enda hafa einkaaðilar og félagasamtök gefið tækjabúnað þangað í 10 ára. Til dæmis að það er fullkomið sneiðmyndatæki og ný röntgentæki. Nú síðast var verið að gefa tæki til sjúkraþjálfunar og fjaraugnlækninga, fullkomin sónari starfsrættu þar en engin starfsmaður hefur fengið þjálfun á hann. Verið að taka fyrstu skrefin í sáraskipti meðferð með myndgreiningu rauntíma til Reykjavíkur, þannig að tæknin er í innleiðingu smátt og smátt. Fullkomin nýstandsett fæðingarstofa er til staðar og ljósmæður starfandi en engin skurðstofa er starfrækt þó svo að húsnæði og tækjabúnaður sé til staðar. Engin skurðlæknir er starfandi og ekki hefur sést til svæfingalæknis í mörg ár í Vestmannaeyjum. Þrátt fyrir þetta húsnæði, tækjabúnað og starfandi ljósmæður þá er öllum konum beint upp á land sem eiga von á sér. Flestum 2-3 viku fyrir settan dag. Sumar þurfa að fara mun fyrr ef frávik eða áhættur að ræða á meðgöngunni sem þýðir annaðhvort þurfa þær að fara frá fjölskyldinu og bíða í Reykjavík eða þá rífa fjölskyldinu upp og flytja búferlum þennan tíma. En aðstæður fólks eru misjafnar. Þetta getur verið einstæðamæður með börn í frístundum og skóla eða þá sambýlingun á sjó, í vaktavinnu eða vertíð með tilheyrandi yfirvinnu fram eftir kvöldum og nóttum. Að afla fjölskyldunni tekna sem náttúrulega skipta grundvallar máli. En við þær aðstæður er enginn á heimilinu til að sinna eldri börnum eftir skóla ef sá aðili héldi áfram að vinna. Þetta er óþægilegt og getur valdið streit og áhyggjum í aðdraganda að einu mestu gleðistundu hverja fjölskyldu, en mismunin kemur skýrast fram í útgjöldum sem fólk verður fyrir það býr á landsbyggðinni í samanburði við þá sem búa hérna við sjúkrahúsin. Þurfi maki eða sambýlingur að hætta að vinna, minnka vinnu eða þá fara með til Reykjavíkur á hann ekki rétt á til dæmis lengingu fæðingarorlofs eða öðrum greiðslum vegna þeirra mismunar í heilbrigðiskerfinu er hlýst af búsettunni. Sannarlega er ódýrt að dvelja á sjúkrahótelinu, rúma 1.500 krónur á sólarhring og fullt fæði innifalið og aðstandandi eða fylgdamaður greiðir rúmlega 5.300 á nótt. Ekki mikið fyrir hótelgisting og fæði í 101 Reykjavík en fljótt að telja því að kostnaður yfir heimili fólks fer ekkert og þetta kemur til viðbótar. Hótelið er engin staður fyrir fjölskyldur með börn í mjög skamman tíma. Það eru fjölskyldur sem eru svo heppnar að þekka einhvern sem á íbúð í bænum eru á grænni grein. Aðrir þurfa annaðhvort að vera á hótelinu, kaupa dýra gistingu eða skipta fjölskyldinu upp. Bráðnauðsynlegt er að byggja upp íbúðir sniðna fyrir fjölskyldur sem þurfa að dvelja í Reykjavík vegna þessara aðstæðna í heilbrigðiskerfinu. Þurfir þú að fara til sérfræðings þýðir það ferð til Reykjavíkur og sértu með tilvísun frá heilsugæslunni færðu 2 ferðir á ári greiddar, einni fyrir fylgdamann ef þörf er talin á því. Þá er sjúkrahótelu kostur sem fólk hefur nema þegar hótelið eru uppbókað. Þá ertu upp á sjálfæði komin og berð allan kostnaðinn eins og hann er á markaðnum á hverjum tíma.
Einnig ertu algjörlega upp á því sjálfan komin að þú ferð í fyrirbyggjandi aðgerðir flokkast ekki undir það sem kallað innan heilbrigðiskerfisins óhjákvæmileg sjúkdómsmeðferð og geta fjárútlátin þá skipt hundruðum þúsunda umfram þá sem eru búsettir á suðvesturhorninu. Endurgreiðslur vegna ferðakostnaðar eru nokkuð sérstakar. Þegar endurgreiddur er akstur þá eru aðeins greiddar rúmar 31 króna á kílómetri. En ferðakostnaðarnefnd ríkisins metur kostnaði hvern kílómetri vera 114 krónur. Af hverju er fólk ekki endurgreiddur kostnaði eins og ríkið, frá ríkinu eins og ríkið metur það sjálft? Þetta er spurning sko. Og hvernig er þessi tala fundin út að sjúklingar í heilbrigðiskerfinu beri aðeins kostnaði upp á 31 krónu og 61 eyri á hvern kílómetra en ríkisstarfsmenn, alþingismenn og reyndar allir aðrir 114 krónur. Flugið er endurgreitt samkvæmt reikningi en bílar eru bannorð í þessu samhengi. Almennt eru 2 ferðir endurgreittar á ári en í nokkrum tilfellum getur fólk þurft að fara mun oftar með tilheyrandi fjárútlátum og þarf að taka það til alvarlega skoðunar að lagfæra það óréttlæti. En hvar eru stéttarfélögin í öllu þessu? Þau eru flest með orlofsíbúðir í Reykjavík sem félagsmönnum stendur til boða þegar leita það til læknis, allavega eitt stéttarfélag og heilt fjölbýlishús í Reykjavík til að reyna að mæta þessum þörfum. Mörg félög greiða fæðingarstyrki, krabbameinsskoðunir og ýmsa aðra styrki vegna mikilla útgjalda fólks í heilbrigðiskerfinu. En aðal hlutverk sjúkrasjóðanna er greiðsla sjúkradagpeninga vegna félagsmanna og langvarandi veikinda barna þeirra eða maka eftir að greiðsluskyldu lýkur hjá atvinnurekanda. Þeir voru stofnaðir til þess en hafa náttúrulega fengið kostnaðinn sem er í heilbrigðiskerfinu upp í fangið frá fólki. Sífellt meira leita til sjóðana en að auki fá sjóðirnir út á landi beinir aðstoð vegna kostnaðar við gistingu. Ferðakostnað og annað fylgir langri dvöl fjarri heimili. Og eðli málsins samkvæmt eru þeir misjafnlega staddir til að sinna þessu. En það er ekki greitt meira til sjúkrasjóða út á landi en til sjóða þar sem þessi þörf er ekki til staðar. Fæðingarorlofssjóður greiðir aukið fæðingarorlof ef kona þarf að hætta að vinna fyrir vegna vissra aðstæðna, en sjóðurinn greiðir ekki makanum auka fæðingarorlof vegna þess að hann þarf að hætta eða minnka tímabundið við sér vinnu vegna engrar fæðingaraðstöðu út á landi. Metið læknir þarf á að fylgdarmaður fari með sjúklingi til Reykjavíkur vegna þess að heilbrigðiskerfi býður ekki upp aðgerðina nema í Reykjavík, þá fær fylgdarmaðurinn ekki vinnutap sitt greitt og auki ekki gisting og þess háttar sé sjúkrahótelið fullt. Að lokum vil ég nefna að nú hefur ASÍ einnig hafið stefnumótun vegna afleiðinga tæknibyltingarinnar sem nú stendur yfir og stundum hefur verið nefnt 4. iðnbyltingin. Sú bylting er þegar byrjuð að hafa jákvæð áhrif í heilbrigðisþjónustu út á landi. En þar til byltingin fyrir að gera læknisferðir fólks á landsbyggðinni óþarfar og konur geti fætt í sýndarveruleika frá fæðingardeildinni á Landspítalanum þurfum við að lagfæra eitt og annað. Strax í aðstöðumun og kostnaðarþátttöku fólks í heilbrigðiskerfinu. Noregur er land sem viljum gjarnan bera okkur saman við og hefur farið athyglisverða leið og segir við íbúana afsakið þessa þjónustu sem við erum að bjóða ykkur. Þar eru 3,5% stigum lægri tekjuskattur í norðurhluta Noregs eða 18,5% í stað fyrir 22%. Ríkið gerir þetta ekki til að kaupa sig frá þeirri þjónustu sem fólk þarf á rétt á fyrir skattpeningin eins og fólk sem býr sunnar. Heldur viðurkenna þeir að ekki sé framkvæmlegt fyrir skynsamar fjárhæðir að veita þessa þjónustu á staðnum. Óþægindin sem þjónustuleysi veldur og hluta fjárhæðina sem sparast er þannig veitt aftur til fólksins með lægri sköttum sem eins konar afsökunarbeiðni. Fólki fær þjónustuna en bara með öðrum hætti og er þetta þá einnig hluta byggðastefnu svæðisins. Og hérna er ég með eina glæru og hérna er nokkur punktar hvað þarf að laga strax til að jafna aðgengi og er þetta örugglega ekki tæmandi listi. Þetta eru örlítill kostnaður í stóra samhenginu en skiptir öllu máli fyrir þá einstaklinga og fjölskyldur sem hlut eiga máli. Ég vil ítreka þakkir til verkalýðshreyfinganna að taka þessi máli upp og greinilegt er að heilbrigðismál eru orðin stór hluti af kjarabaráttu framtíðarinnar. Góðar stundir öll sömur.
Takk kærlega fyrir þetta, Arnar. Og við höldum okkur áfram við stórumálin. Næst það Arna Jakobína Björnsdóttir. Hún formaður Kjalar, stéttarfélags í almannaþjónustu, en stór hluti hennar félagsfólk starfar í heilbrigðisþjónustu. Þannig að hún gefur okkur innsýn inn í aðstæður þess hóps. Gjör svo vel, Jakobína. Já, komið sæl. Markmið einkavæðingarinnar, hvert það sem að stjórnvöld stefna? Það það skipta skoðanir eins og þið öll vitið, en Rúnar Vilhjálmsson hefur bent á að einkavæðingu megi skipta í þrennt. Það einkasala, þegar ríkið selur opinbera stofnun, fyrirtæki, hlutabréf og aðrar opinberar eignir til einkaaðila. Nærtækasta dæmi hér geti verið hið opinbera seldi einkaaðila heilsugæslustöð eða hjúkrunarheimili til reksturs heilbrigðisþjónustu. Einkaframkvæmd, því í henni felst einkavæðing til tilfærslu og rekstri starfsemis eininga frá hinu opinbera til einkaaðila og kallast þá einkaframkvæmd. Dæmi það geti verið að ríkið semdi við einkaaðila rekstur hjúkrunarheimilis eða endurhæfingarstöðvar. Í þriðja lagi getur einkavæðing falist í tilfærslu fjármögnunar frá hinu opinbera til einkaaðila. Það einkafjármögnun. Dæmi hér væri aukinn hlutur sjúklinga vegna kostnaðar við heilbrigðisþjónustu. Í framkvæmd getur einkavæðing í einstökum tilvikum falið í sér 1, 2 eða alla framangreindu þætti. Í þessari stuttu yfirferð minni ætla ég að fara hér aðeins dýpra í hverju hagræðing felur í sér, skoða hvernig útvistun verkefna þýðir, aðeins að ræða þá fullyrðingu að auka nýsköpun og að lokum hvernig bætt þjónustugæði verða til. Allt þetta nokkur markmið sem stjórnvöld setja fram þegar þau telja brýnt að fara í einkavæðingu. En eins og ég sagði, þá það miklu fleiri markmið sem þau setja fram en ég fjalla ekki þau hér. Í almannaþjónustu gert ráð fyrir að launakostnaður sem hlutfall af rekstrarkostnaði sé á bilinu 75–90%. Og þá liggur það beinast við að það sem þeir ætla að gera í einkavæðingu að ganga að kjörum og fjölda starfsmanna. Og það þá gert með því að fækka starfsfólki. Nýlegast dæmi 13 uppsagnir starfsmanna á öldrunarheimilinu Hlíð á Akureyri eftir að heilsuvernd tók þar við. En alls fækkar 25 manns þar sem sumir voru að hætta vegna aldurs en aðrir sögðu síðan sig frá starfi þar sem að uppsagnir eru tilkomnar vegna húsbóndaskipta. En þessi fækkun það verður ekki ráðið í staðinn fyrir þessa einstaklinga. Ég ekki með stöðugildin alveg á hreinu, en það þýðir þá að skilaboðin til þeirra sem eftir standa þau verða að vinna hraðar og taka yfir þeirra störf. Einkafyrirtæki stofna síðan dótturfyrirtæki sem óhagnaðardrifið til að taka við rekstri hjúkrunarheimilis. Athyglisvert. Einkavæðing fyrir opinbera starfsmenn vill oft verða það að verði skertur veikindaréttur atvinnurekenda og orlofsréttur minnkar. Áframhaldandi ávinnsla í lífeyrissjóðum BSRB-félagana klippt í sundur. Einnig hefur komið fram að fullyrðingar séu að þeir sem hafa verið til þess ríkisstarfsmenn séu fastir í hugsunarhætti eins og einkenni þá hina hefðbundnu í ríkisrekstri. Eftir einkavæðingu ekki áhugi að ráða slíkt fólk eða halda í það, heldur ráði nýtt fólk sem ekki búið að móta innan heilbrigðiskerfisins og í annarri heilbrigðisþjónustu. Þannig að það hægt annarkvort ungt fólk eða tiltölulega ómótað og kannski fólk á miðjum aldri sem hefur þá unnið annars staðar í kerfinu og tiltölulega nýtt í heilbrigðisþjónustunni. Þetta viðhorf lýsir sér fordómum í garð opinberra starfsmanna. Hér á landi eru dæmi starfsfólk sem var spennt fyrir einkavæðingu þar til þau fengu uppsagnarbréfið. Reynsla mín sú að einkavæðing auki vanlíðan og togstreyti á meðal starfsmanna á meðan öll sú umræða fer fram. Og umræða sem sprettur alltaf upp aftur og aftur einkavæðingu, hún fer illa í starfsfólk. Þetta svona nýjustu fréttir hér, sem ekki eldri en síðan í maí. Orðrétt tekjur fréttaviðtali við Vísi í maí við Ásthildi Sturludóttur, bæjarstjóra á Akureyri og Teit Guðmundsson, framkvæmdastjóra Heilsuverndar. Starfsmannavelta mikil og nýtt starfsfólk fer á nýjan kjarasamning þegar það ráð til starfa. Kostnaður reksturinn lækkar því mjög fljótlega, því launin lækka.
þegar nýtt fólk ráðið til inn á öðrum kjarasamningum, sagði Ásthildur. Teitur segir þetta þó ekki forsendu þess að heilsuvernd hafi getað séð fyrir sér að reka öldrunarheimili á meðan Akureyrarbær vildi ekki gera það. Við sjáum fyrir okkur að það séu einhverjar breytingar í farvatninu, til dæmis í fjárveitingu, enda verður sýnt fram á vanfjármögnun rekstur hjúkrunarheimila. Þá erum við ekki að greiða leigu fyrir húsnæðið. Kjarasamningaviðræður standa nú yfir við okkur stéttarfélögin vegna starfsmannanna á Hlíð, svo staðan er viðkvæm. En þetta sýnir að stjórnvöldum er alvara að hafa starfsfólk hlið við hlið í sömu störfum og ólíkum kjörum og ólíkum launum. Útvistun verkefna. Útvistun ræstinga hefur trúlega verið gerð mest hvað hér í heilbrigðisþjónustunni. Ræsting er hágæða þrif sem er forsenda heilbrigðisþjónustu. Útvistun endurspeglar verðmætamat starfana. Verið er að skerða kjör og réttindi lægst launaða starfsfólksins. Störfin heyra ekki undir lög réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins eftir útvistun. Hinn hefðbundin stjórntæki innan stjórnsýslunnar, svo sem boðvald, eftirlitsvald og fjárveitingavald, virkar annarkvort ekki eða hafa veikst þegar stjórnvöld hafa útvistað verkefnum til einkaaðila. Stjórntækið sem stjórnvöld hafa fyrst og fremst samningur við einkaaðilinn. Samningarnir eru mjög ólíkir því hefðbundið boðvald er innan stjórnsýslunnar. Verktakinn getur hugsanlega haft áhrif á framkvæmdina án þess að hann beri hluta hinnar samfélagslegu ábyrgðar. Helsti kosturinn við útvistun er einfaldur rekstur, en helstu gallarnir eru minni yfirsýn og minni stjórn á verkefnum og þörf fyrir stífara eftirlit. Starfsmenn eru ekki hluti af heild þar sem þeir vinna. Stjórnandinn á deild veit ekki hvaða starfsmaður kemur og þrífur. Mér langar líka að veita athygli á verktöku, þótt að það sé kannski ekki jafn mikið í heilbrigðisþjónustunni eins og mörgum öðrum stofnunum. En verktaka er mjög alvarleg þróun sem að þakka þið fyrir. Og þá þarf ég að fara að spýta í. En ég ætlaði bara rétt að nefna á að það er komið viðhorf inn í ríkisgeirann að það sé allt í lagi að ráða verktöku inn á starfseininguna, inn á meðal annarra starfsmanna, til þess að feika bókhaldið og heimildir fyrir ráðningum. Þannig að gerviverktaka á ekki að líðast. Nýsköpun er mikið rætt og miklar og stórar ræður haldnar það. Og þannig að markvæðsvæðing til dæmis breska heilbrigðiskerfisins á síðasta aldarfjórðung hefur ekki skilað þeirri árangri sem vænst var. Þá gildir einu hvort litið var til gæðaþjónustunnar, skilvirkninnar, hagkvæmni eða nýsköpunar. Reynsla Breta ætti að vera stjórnvöldum hér á landi víti til varnaðar ef þau íhuga innleiða frekari mælind útvistun heilbrigðisþjónustuna. Og nú vitna ég viðtal við Pál Matthíasson, forstjóra Landspítalans í Morgunblaðinu. Við gerum ráð fyrir að bæta upplýsingar eftir því sem til mig gefst, sem sjálfstætt verða mörg, meðan þess sem tæpt er á að það er staða starfrænnar þróunar á spítalanum, sem að ósekju setti einkennilegu fullyrðum að væri skötulíki. En því fyrir alls fjarri þá hafa ýmsar tröllasögur gengið fjölda stjórnanda á spítalanum og einhverjum datt í huga að benda spítalanum á möguleika straumlínustjórnunar án þess að kynna sér málið. En fáir hafa náð jafn langt í umbótavegferð með þeirri aðferðafræði og einmitt Landspítalinn. Og þá komum við að þjónustunni. Rökin að bæta þjónustuna með einkavæðingu endurspegla metnaðarleysi stjórnvalda í garð almannaþjónustu. Best er að þurfa ekki að pæla í þessu, setja þetta í hendurnar á öðrum. Hafa þarf fullnægjandi eftirlitskerfi sem er nægilega virkt til þess að geta gripið í ef gæði þjónustunnar er undir lágmarksstöðlum sem settar eru. Má með þessari fullyrðingu velta upp brjóstapúðamálinu mikla að það sem ekkert eftirlit var og gripið tómt þegar afla átti upplýsinga. En hvað er þjónusta? Þetta er óáþreifanlegt ferli sem leiðir af sér frammistöðu sem skjólstæðingur metur á sinn hátt og fer fram á sama tíma og þjónustan er veitt. Það er til reglugerð frá 2008 gerð gæðavísa sem notaði til að meta gæði og árangur innan heilbrigðisþjónustunnar. Að hve miklu leyti heilbrigðisþjónustan eykur líkur á bættri heilsu
og auknum lífsgæðum fyrir einstaklinginn og samfélag og að hve miklu leyti þjónustan veitt í samræmi bestu þekkingar sem völ á. Hins vegar hafi fjöldi rannsókna sýnt að minni gæði í einkareknum einingum í heilbrigðisþjónustunni og hafa fræðimenn bent á slakan árangur heilbrigðismálum í Bandaríkjunum og megi rekja til markaðsvæðingar og eigi að vera öðrum þjóðum til víti til varnaðar. Lokaorð mín í dag eru þau að vanfjármögnuð heilbrigðisþjónusta verður ekki betri þótt einkaaðilar taki við henni. Nokkrar rannsóknir sem benda á bæði til Bandaríkjanna og Bretlands vara við einkavæðingu. Markaðsvæðing fjari ekki saman með samfélagslegum sáttmálum og gildum þegar kemur að heilbrigðisþjónustunni. Takk kærlega fyrir þetta, Jakobína. Nú höfum við smá stund fyrir spurningar úr sal. Við erum hérna með menn á hljóðnema sem að munu allt ykkur uppi. Ég vil biðja ykkur sem vilji taka til máls að gefa okkur merki og þá kemur hérna hljóðnemi til ykkar. Ég vil einnig biðja ykkur að kynna ykkur og reyna að vera stuttorð. Ég ætla að fá að halda honum út af sóttvörnum. Sæl, Björn Leví heiti ég frá Pírtum. Það var í fyrstu kynningunni, þá var talað stór átaki í fjölgun hjúkrunarrýma og svo kom í næstu hvernig þeim hefði fækkað. Ég skil ekki neitt. Ég gerir ráð fyrir að, heyrst ég? Já. Ég gerir ráð fyrir að þessari spurningu sé beint til mín vegna þess að það hefur verið gert stór átak í uppbyggingu hjúkrunarrýma. Það er engin vafi á því. Það hefur verið lögð fram áætlun til ársins 2025 byggingu hjúkrunarrýma, auk þess og fjöldi nýrra hjúkrunarrýma var síðast þegar í Kanada 140 hjúkrunarrými. Þar að auki hefur verið lagt í umbætur á þeim hjúkrunarrýmum sem hafa verið í fjölbýlum þar sem hafa verið reynt að skapa einbýli sem á hinn bóginn fækka rýmum. Þannig að þetta er augljóst mál, en hins vegar reyndi ég að sýna þetta mynd sem sýnir að við erum raunverulega mjög í sambærileg við nágrannalöndin í fjölda hjúkrunarrýma ef við miðum við íbúafjölda, en hins vegar erum við eftirbátar varðandi ýmsa heimaþjónustu og sveigjanlega þjónustu sem er ekki hjúkrunarrými. Og Steinunn kom nú inn á þetta og því fylgja, það eru ýmsir hvatar sem hafa stýrt þessu þannig en það er á langt mál að fara inn á það í dag. En það er engin vafi á því að það er búið að gera stór átak í þessum málum á þessu kjörtímabili. Auðvitað er alltaf að gera betur. Sara, má bjóða þér að ræða Steini veg? Ég kannski vil nefna það að mér finnst líkur að þetta fer eftir hvort að skoðaður horft til raunfjölda eða hvort tillit tekið til fjölgunar í hópi aldrara á sama tíma og þær tölur sem ég sýndi voru til 2019 og þær sýna fyrst mikla fækkun þegar tekið tillit til mannfjölda í þessum aldurshópi og stöðnun í raun og veru frá 2015 til 2019. Það var það sem kom fram hjá mér. Næsta spurning, gjörðu svo vel. Góðan daginn öll og kæra þakkir fyrir þetta málþing. Ég heiti Þórunn Sveinbjörnsdóttir og hef verið í öldrunarmálunum síðastliðin, 8, 9, 10 og svo í velferðarnefnd ASÍ í áratug eða meira. En það er margt sláandi hérna og ég myndi gjarnan bara vilja eiga heilt erindi hér öldrunarmálin því að ég þekki þau það vel og við þurfum að gera mikið. En það sló mig mjög það með 31 krónu í akstur, ég vil bara segja ykkur frá því að Landssamband eldri borgara fór með það mál til umboðsmanns Alþingis og því var vísað til okkar aftur á þeim forsendum að þetta væri í reglugerð og það væri rétt að leita þá í ráðuneytið lagfæringu. Við leituðum til FÍB og þeir töldu að akstursgjöld með við opinbera kerfið væru á há og bentu á töflu sem til inn á þeirra heimasíðu að eðlilega greiðsla væri einhvers staðar á bilinu 50 til 70 krónur eftir gerð og tegund bíls og allt það.
En þetta með 31 krónuna er ekki boðlegt og það eru fleiri hindranir fyrir fólk utan á landi heldur en bara það. Og ég tel bara við öll sem er eitthvað hér inni í pólitík, við þurfum eitthvað að laga þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þessa ábendingu. Eru verið spurningar? Já, gjörðu svo vel. Já, Rósa Björk Brynjarsdóttir heiti ég og er þingmaður og ég vil þakka ykkur öllum fyrir góð erindi. Ég er með eina spurningu sem framkom í framsögu þinni Steinunn og það kannski ágætt að beina til Birgis. Það þessa ódýrari lausnir sem að þú varst með á þinni glæru sem ég varst mjög áhugavert vegna þess að bæði í stjórnmálunum og inn á þingi og almennt í umræðinu síðustu ár hefur umræðan hverfst mjög mikið hjúkrunarheimilin og rýmin inn á spítölum sem notuð eru fyrir eldri borgara. Þessi ódýrari úrræði, þau eru væntanlega á borðum hjá sveitarfélögum. Þannig að mér langaði þess að heyra eins frá honum Birgi hvort að hvernig, því að sveitarfélögin hafa líka sömuleiðis kvartað mjög við því að það er búið að vera að velta mjög fjárfrekum verkefnum yfir á sveitarstjórnarstigið. Og ég velti fyrir mig hvernig samtal hefur átt sér stað milli heilbrigðisráðuneytisins og sveitarfélagana einmitt þessi ódýrari húsnæði sem geta létt síðan af hinum sem kosta meira. Takk. Já, sko, það heyrst ég enn, já, að það hafa verið, ég veit á mörgum fundum þar sem ráðherra og ráðuneyti hefur setið með fulltrúum sveitarfélagana þessi mál og það kemur mjög augljóslega í ljós að það raunverulega hvati, fjárhagslegu hvati á sveitarfélögum að sjúklingar eða gamalt fólk komi eins fljótt og mögulegt inn á hjúkrunarheimili því að það á kostnað ríkisins. Steinunn var inn á þessu og ég sé ekkert annað í þessu en að það verði á einhvern hátt að breyta löggjöfinni aldraða og hvernig þessum málum háttað og hvert hlutverk sveitarfélaga og hvert hlutverk ríkisins. Það var fjallað þetta mjög á heilbrigðisþingi síðast og Halldór Guðmundsson hefur skrifað skýrslu þessi mál og hún verður núna unnin í ráðuneytinu og væntanlega horfir til bóta. En ég vil segja það að það eitthvað að því samfélagi og þeirri löggjöf ef að sveitarfélögin geta eitt eftir annað sagt sig frá þjónustu við sína íbúa og raunverulega stillt ríkinu upp við vegg og sem hefur þá raunverulega engan annan kost en að leita eftir öðrum aðilum og það hægt að hugsa sér ríkið eða einhver einkaaðila. Þetta hefur ekki verið góð þróun á mínu mati og ég verulega óhrás yfir þessu og því sem alþingismenn hafi þarna verk að vinna. Takk fyrir þetta, Birgir. Við höfum tíma fyrir eina spurningu viðbót, gjörðu svo vel. Já, komið þið sæl, ég heiti Laufey Ólafsdóttir og ég fyrir Sósíalistaflokk Íslands. Nú það náttúrulega að koma betur í ljós að fjöldi fólks að neita sér almenna heilbrigðisþjónustu. Og þetta reyndar eitthvað sem ég hef vitað mjög lengi að því ég hef unnið í fátæktageiranum það lengi, eða fátæktageiranum innan gæsalappa og tala við fjölda fólks í þessari stöðu. Mér langaði bráðlega að vita að spurningin ekki til neins svona sérstaklega, heldur bara hefur þessi vanræksla að neita fólki heilbrigðisþjónustu einhver verið mæld hvað þetta kostar samfélagið svona á heildina litið. Ef einhver getur reynt að svara. Kemur kannski inn á þessum Sara erindi svör eða? Og ég tek þetta. Ég held það örugglega hægt að mæla þetta með mörgum aðferðum hvað það kostar að fólk geta ekki farið í eftirlit, geta ekki farið í skimun eða ekki skimun heldur sótt sér þjónustu ef eitthvað smábjátar á, þangað til vandi verður stærri. Þannig að ég held að það sé alveg örugglega auðvelt að reikna það upp í alveg töluverðar upphæðir. Mér langar líka að benda á það því það var varpað upp mynd af hverjir neita sér heilbrigðisþjónustu, þar að segja þeir sem eru launafólk og síðan atvinnulausir. Mér langar í þessu samhengi líka að benda á skýrslu sem Kristín, sem framkvæmdastjóri Vörðu, rannsóknarsetur vinnumarkaðarins, vann meðal annars fyrir Öryrkjabandalagið, þar sem staða öryrkja tífalt verri heldur en láglaunafólks og atvinnuleitenda. Og þá ég hugsa að við séum að sjá, núna erum við að sjá afleiðingarnar af hruninu í börnáti og verra heilsufari. Við munum sjá þessar afleiðingar af áfallinu núna
og því að halda fólki frá heilbrigðisþjónustu eftir 10 ár. Þannig að ég held að eitthvað endurskoðunarfyrirtæki ætti mjög auðvelt með að reikna sér upp í mjög háar upphæðir af því að veit ekki gott aðgengi að heilbrigðisþjónustu og forvörnum. Takk fyrir þetta, Drífa. Má ég bæta við? Örstutt. Bara örstutt. Og mér langar bara að hnýta aftan við þetta að það að geta ekki leita sér heilbrigðisþjónustu þegar maður er í veikri efnahagslegri stöðu, það er hluti af fátæktargildrunni. Af því að þetta er þessi innri spírall sem að gera það að verkum að fólk nær bara leiðir til varanlegra stéttskiptingar í þjóðfélaginu. Því miður, ég veit að það eru fleiri spurningar en við erum á mjög þéttri dagskrá. Nú, ég ætla ekki nefnilega að taka okkur kaffitíma því ég veit að þá myndi vera púið út. Þannig ég dirfist ekki að láta mig detta það í hug. Núna er kaffipása, það er vatn og kaffi og te frammi og held ég eitthvað létt hressing. Ég bið ykkur endilega að standa upp og hressa ykkur við. Við byrjum aftur nákvæmlega klukkan 15:30 á slaginu.